Komið þið sæl og blessuð, viljum að ræða sjávarútvegsmál. Það er ekki á hverjum degi sem maður biður fólk að koma hér og tylla sér við rauðaborðið gaggjart til þess að ræða eina grein á Vísi. En það má eiginlega segja að það sé þannig í dag. Reyndar verður nú fleira rætt en þessi eina grein. En það er sem sagt Björn Ólafsson, fyrrum sjómaður. Hann hefur skrifað mjög harða ádrepu gegn Hafró. Við kannski fáum upp mynd þannig að þið tengið við þessa grein og þessi grein hefur vakið mjög mikla athygli. Nú ef þú svo hérna á eftir Pétur tæknimaður skiptir hér rétt bráðum, ég sá sem kannski bara núna, ég sá sem dæmi á Facebook að Þorlákur Axel Jónsson skólamaður segir vegna greinarinnar að tilraunir Hafró til þess að stjórna stofnstærðum nytjafiska við Ísland hafi gjörsamlega mistekist. Og hann segir, nú engin loðna annað árið í röð, líklega verið að leita upp í síðustu loðnu torfurnar þessa dagana. Loðnuveiðar drepa niður þorskstofninn og svo annað mál sem að Björn ræðir í sinni grein. Humar, sem auðvitað krabbadýr en ekki fiskur, veiddur í gildrum í siðmenntuðum samfélögum. Hér hann plægður upp úr hólunum sínum og búsvæðin eyðilögð. Hafró tekur ekki þátt í þjóðfélagsumræðu en situr í hásæti með boðvald eins og páfinn í Róm. Þetta gengur ekki upp í lýðræðisríki. Hafró verður að útskýra hvers vegna ættum að taka mark á stofnun sem á 40 árum hefur ekki tekist neitt ætlunarverka sinna. Ansi stór og þung orð. En þá aftur að þessu rauðaborði hér, í stuttumáli þá sem sagt sýnist manni sem öll vernduninn og helsta réttlæting kvótakerfisins, hún sé ekki að skila öðru en minni veiði, minni fiskistofnum nú en á árum áður í langflestum tilvikum. Útgerðarmenn ná hins vegar eins miklum arði og mögulegt út úr þessu kerfi. Allir vita að lög eru brotin og brottkast stundað og sennilega á köflum í sturluðu mæli vegna þess að annars væri ekkert hægt að koma þessu kerfi heim og saman. Og við höfum líka heyrt margar sögur af því að Fiskistofa sé fyrst og fremst að elta upp í trillukarla en láti stór útgerðina eiga sig kemur að eftirliti. Nú, áður en ég kynni þá gesti dagsins, ætla ég að lesa örstutt úr grein Björns sem segir: Þjóðin hefur ákveðið að treysta stofnun fyrir sjávarauðlindu sínum, því þetta fylgir mikil ábyrgð en stofnunin ábyrgðarlaus með öllu. Þetta líklega eina vísindastofnunin sem til sem alltaf kemst að réttri niðurstöðu í rannsóknum sínum, þar sem stofnunin lætur frá sér taka ráðamenn undantekningarlaust sem sannleikanum. Að gagnrýna þessa stofnun eins og að skvetta vatni á gæs ekki til neins. Hafró upp á stalli með þeim ósnertanlegu. Nú, ég vonast til þess að fá fulltrúa frá Hafró hér eftir helgi til þess að ræða þessa gagnrýni. En hér eru tveir gestir, Grétar Mar Jónsson, skipstjóri held ég til áratuga og kíkti nú við í pólitíkinn og reyndar aftur kominn sem varaþingmaður. Og svo Sigurjón Þórðarson, þú ert líffræðingur auk þess að vera náttúrulega þingmaður Flokksfólksins. Og þið hafa nú báðir látið að ykkur kveða í umræðu sjávarútvegsmál. Bara svona ef við byrjum á einu atriði, sko, eru þið sammála því að eru þið sammála því sem Björn segir samband loðnunar og þorsksins? Sko, það sem að Björn kemur fram með var þessi töflu hvað minkuveiði. Það eru staðreyndir. Og hvað var það skýringar hans og dóma almennt stofnunina, þá ætla ég nú ekki að taka alveg heilsugar undir það. En ég hef verið einn af gagnrýnendum stofnunar árabil. Ég hef meira segja verið einhvern tímann fenginn til Brussel hjá Fiskveiðinefnd Evrópusambandsins til þess að fara aðeins yfir það að þessi stefna sem hefur verið notuð hér og víðar í Evrópu, að hún ekki að ganga upp og hefur ekki gengið upp. Og það það sem við þurfum að ræða, hvernig við förum út úr þessu. Og ég á því að við höfum tækifæri og ef við lítum bara til 100 ára aftur í tíman, að þá gáfu Íslandsmið árið 1925 120.000 tonnum meira af þorskafla heldur en ráðlögð veiði núna. Já, það mjög sláandi. Það mjög sláandi og það líka staðreynd að það sem að hefur 100 ár. Síðan ef við horfum á það sem átt að gerast,
með þessu kerfi og það sem ég lærði þegar ég lærði fiskifræði í mínu líffræðinámi að þá áttum við að losna við sveiflur og fá jafnstöðu afla upp á 400.000 tonn að minnstakosti og ef við horfum líka til þeirra veiðireglu sem hefur verið í gildi þegar hún var tekin upp 2008 minni mig að þá 7 eða 8 þá var markmið að fá jafnstöðu afla að 3 árum liðnum upp í liðlega 300.000 tonn og það hefur aldrei náð að klukka það sem átti að verða jafnstöðafli. Þannig að ég alveg á því að það þarf að endurskoða þetta, fá annað álit og ég líka sannfærður það sé ákveðið tækifæri. Hver geti veitt annað álit? Þannig að Hafró sé ekki einráði í sinni ráðgjöf. Það eru auðvitað margir, það eru færir fiskifræðingar meðal annars innan og hafa starfað innan stofnunarinnar og ég vil bara nefna hér Tuma Tómasson, Jón Kristjánsson. En eru fiskifræðingar einmitt ekki svolítið að deila innbyrðis þessi mál? Sáralítið. Já, sko, það kemur ein skoðun frá stofnunni. Það er gallinn. En það þarf auðvitað að leyfa þessum sjónarmiðum að vegast á og takast á af því að vísindi eru ekki boðun á einhverju sannleika. Nei. Eins og við fáum síðan á sunnundögum í kirkjunni heldur eru vísindir þau ganga út á gagnrýna hugsun og að það sé farið yfir rök og mótrök með og móti þegar kenningu sem er verið að nota og ef við skoðum bara það sem að skipti miklu máli í vísindum að það er það að kenningarnar hafa eitthvað fórsporgildi og það er búið að spá fyrir það að með þessum aðferðum sem hefur verið í notkun áratugaskeið að þá myndum við ná jafnstöðuafla uppi á fyrst 400, jafnvel 500.000 tonn var nefnt í fyrstu á 8. áratugnum, síðan fórum menn að lækka þess markið í 400.000 tonn og svo var það komið í leiðilega 300.000 tonn og núna erum við langt frá því marki sko, í 211.000 tonn og þetta skiptir verulega miklu máli fyrir þjóðarbúið. En aftur að spurningunni, hvað með þennan punkt með það að allt og mikil veiði á loðnu í vertíðunum á undan sem núna leiðir til þess að engin loðna finnst lengur að hún sem undirstaða fæðu þorsins að þarna sé samband. Þarna greinir mig svona örlítið á við Björn hvað það varðar. Ég fyrir hins vegar þeirra skoðunar að meðan við veiðum ekki þorskinn drögum úr veiða honum og við sjáum það bara á síðustu skýrslu Hafró að það dró úr vexti fiska þá. Þannig að ef við erum ekki að veiða þorskinn að þá gengur hann auðvitað harðar á það sem hann er að næra sig á, loðnu og annað. Þannig að það helst allt í hendur og það er ekki bara þorskurinn, loðnan, það er nánast allar tegundir sem ráðgjöfin hefur leitt til minni og minni veiði og þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða yfir það án þess kannski að vera að leita að við þurfum allavega að fá umræðu þetta það er mjög mikilvægt fyrir samfélagi. Já, Hafró þarf líka bara að taka þátt í þessar umræðu. Já, það mun örugglega gerast vonandi því að það sér það hver maður að ef að markmiðið er 400.000 tonn þegar þetta var tekið upp og við erum síðan að veiða helmikið minna að þá þarf að ræða það. Það er ekki bara, ég er bara með loðnuna á síðustu 20 árum þá er loðnuveiðin hefur maður rétt, 1/3 af því sem hún var 20 ár þar á undan. Þannig að þessi ráðgjöf er of íhaldssöm og við getum náð miklu meiri verðmæti út úr þessari auðlind þjóðarinnar heldur við erum að gera. Já. Grétar Mar, ég fullir að Hafró er komin í hóp af ríkisstofnunum þar sem sko hefur verið kastað ákveðinni rýrð á traust á milli almennings og þessara stofnunum. Það er engin spurning það og það er bara tilfellið að starfandi sjómenn sem vinna og fólk sem vinnur við sjávarútveg hefur enga trú á því að Hafró sé að gera eitthvað rétt í sínum vinnubröðum. Hvers vegna, af hverju fór það þannig? Já, það eru bara ábyggilega mörg atriði en númer 1 þegar við erum að tala lífríkið þá er fiskurinn í sjónum sameign þjóðarinnar. Þjóðin á fiskinn og okkur og við eigum að gæta því í hverju sinni og hverjum tíma
að reyna að fá sem mestan arf út úr hafinu og okkur ber skylda til þess og Hafrannsóknastofnun ætti auðvitað að vera, svo var tíðin að Hafrannsóknaskip voru að leita að síld fyrir veiðiflotan var til dæmis við Shetland og þegar ég var að byrja til sjós að þá voru þeir að leita og voru fyrir utan flotan þar sem flotin var að leita og til að stækka svæðin og finna nýja slóð. En hvað í dag? Hvað hefur breyst? Nú eru þeir bara við Bryggju í Hafnarfirði mest af árinu og sára lítið í rannsóknum. Sambandið aðeins og kósi á milli Hafró og útgerðaraflanna, stór útgerðaraflanna einmitt, ekki síst? Ég veit ekki hvort það hægt að segja það en manni finnst óæskilega mikil tengst á milli. Það var þannig fyrir 5-6 árum að þá var stjórn í Hafró. Þá var einn fulltrúi frá skipaður af ráðherra og það var alltaf Brynjólfur Bjarnason forstjóri Granda, Eiríkur Tómasson forstjóri Þorbindunum í Grindavík og núna síðast þegar Jón Bjarnason var, þá var Erla Jónsdóttir þetta er góð kona af Snæfellsnesi en og svo var einn skipaður frá LÍU og einn skipaður frá Fiskifélagi það þýddi það að þeir áttu venjulegast 3 fulltrúa af 5 í stjórninni, svo var einn starfsmaður stofnunarinnar það er að segja frá Hafró og svo til skiptis fulltrúi sjómannasambands Íslands og farmann- og fiskimannasambandsins og þetta var hinn stjórn þeim leist ekki orðið á að kalla þetta lengur stjórn og skiptuðu þessu út og kalla þetta ráðgjafahóp í dag. Það sem ég fyrir segja sitt rofið hérna í almennri umræðu á Íslandi er að í þessari fyrrnefndu grein þá hann segir meðal hans ráðgjöf Hafró eins og gereyðingarvopn og það sem er verst er að það gerist ekkert, það er engin viðbrögð, það er engin hávaði, það verður ekki allt brjálað. Fyrir mörgum áratugum þá hefðu svona grein, hún hefði leitt til óskaplega mikilla viðbragða, fullyrði ég sem blaðamaður til 40 ára. Sko það er eins og, svo ég komi aftur að þessu með trausti gagnvart stofnunum, það er eins og að hver og ein ríkisstofnun lifi í einhverjum vakúmpökkuðum heimi, þurfi ekki endilega að vera í svo miklu samtali við eigin þjóð og við vitum ekkert hvað er satt og logið í svona gagnrýni þegar hún kemur fram. Sigurjón, þú stígur aðeins inn í þetta kannski? Ég held nú að það verði aðeins að fara svolítið langt aftur. Umræðan hefur verið hér á samstöðunni og hefur verið bara mjög góð og hefur verið út í samfélaginu. Hefur verið skrifaðir hérna margir fermetrar greinum einmitt veiðistjórnunina en hún hefur til dæmis ekki náð inn í það sem kallaði meginströms fjölmiðlana. Það hefur ekki verið náð inn í RÚV til dæmis síðan að Jóhann Hauksson var þar og Auðlindin sá þáttur. Það var náttúrulega umhverfilegt að slá þann þátt af. Já, en ég held að við sjáum núna meiri þunga aftur í umræðinni og ég held að við verðum einhvern veginn að finna einhverja góða leið út úr þessu og vegna þess líka að sú ráðgjöf sem er núna varðandi ákveðin að taka ákveðið hlut allar reiknuðum veiðistofn að þessi tala kemur ekki uppaflega frá fiskifræðingum eða líffræðingum. Þessi veiðiregla er búin til hér fyrir síðustu aldamót og var síðan endurskoðuð 2-3 og er svona miklu frekar afsprengi hugmyndafræði sem á reiður í Hagfræðistofnun Háskólans og það eru ákveðnir svona veikleikar í þessari kenningu og það var sami góð skýrsla þegar að menn sáu það að þessi gríðarlegi niðurskurður sem var farið í á 10. áratug síðustu aldar 90 til 2000 þar sem var bara nánast Vestfirðir og öll þessi sjávarþorp sem voru að nýta þorskin voru nánast rjúkandi rúst. Ég var þá á Siglufirði og mikið að vinna og ég sá það bara að það var nánast unnin fiskur í
öðru hverju húsi við bryggjuna en síðan bara fór þeim fækkandi og staðan núna að það engin fiskvinnsla eftir á þessu stöðum, jafnvel. Þannig að þá var skorið gríðarlega niður, síðan skilaði þetta ekki þeim árangri sem að ætlunin var. Og þá var haldið hérna ákveðið fyrirspurnaþing og núverandi utanríkisráðherra var þar fundarstjóri. Það var skilað ákveðin það var mjög góður í skýrslu að fara og skoða aðra þætti heldur en akkurat bara reiknaða stoppstærð til ákveða veiði álag næsta árs og líta þá frekar til líffræðilegra kennileita svo sem til hvort að fiskurinn að vaxa, hvort að sé nýliðun og fleiri þætti sem að því það er mjög erfitt að telja fiskan í sjónum og þannig að það er líka rifust hver á þá. Jú, það er nú kannski ekki það er alveg að þjóðin á fiskin í sjónum en það er auðlinda ákvæði stjórnarskrá myndin og styrkja við skynjum það er rétt og það þarf að komast á í eitt skipti fyrir öll svo það sé ljóst en svo þurfum við bara meira jafnræði með nýtingu á fiskimiðum. Við þurfum að tryggja fólki meira réttlæti að geta nýtt sér þeir sem búa í hringinn í kringum landið í sjávarbyggðum að þeir eigi að geta nýtt sér auðlindirnar í auknum mæli. Já. Sko ég að velta fyrir mér þessu pólitíska landslagi sem að nýtt núna fyrir okkur eins og ég orðaði held ég í gær hérna við Rauðaborðið það nýtt að við erum með algjör stjórnarskiptin og alþingi án þess að allir séu brjálaðir. Það gerist síðast 2009 þá vorum við öll brjáluð. Það var mikil reiði og heiftin á alþingi og allt var snera á haus í samfélaginu og það var örugglega erfiðar að taka við og staldra við í 4 ár þá heldur en það núna. Sko við náttúrulega, við vitum alveg að það hefur verið mjög kært á milli sjálfstæðisflokksins og útgerðarmanna og þessara stefnu sem hefur verið kært á framsóknarmenn. Og ekki gleyma framsóknarmenn. Nei, framsóknarmenn náttúrulega bara verið þarna með inn í. Sko, það sem við vitum núna að þið ætlið aðeins að hækka veiðigjöldin en að öðru leyti þá ætlið nú eiginlega bara að leyfa öllum forréttindum. Þessar elítu okkar sem á landið og miðin og bráðum öll fyrirtæki í landinu bara að þrífast áfram, það ekki satt Sigurjón. Það eru þín orð en við ætlum auðvitað að stíga ákveðin skref í rétta átt og fyrir utan þessi veiðigjöld fyrir utan þessi veiðigjöld að hækka þau aðeins. Við erum að fara að stíga hérna ákveðin skref og umræðan meðal annars þessa hluti og aðra ég held til hún verði opnari og jákvæðari og hluti af þessu svona vandamáli við það að opna þessu umræðu það, ég efast ekkit það að hvort sem það forstjórinn á fisk á Sauðárkróki eða hvað annar aðili innan SFS þeir ekkit ánægðir með þessa veiðiráðgjöf en það bara svolítið hræddir við að taka loki á pottinu vegna þess að með þessari veiðiráðgjöf þá eiga ákveðna sneið af kökunni sem hægt síðan að ráðskast með, gefur þeim ákveðin völd og við sjáum hér jafnvel að menn að setja stjórnvöldum stólinn fyrir dyrnar ef að á að fara í einhverja örlítlar aðgerðir eins og að opna fyrir handfæraveiðar og svona en þannig að ég held að því leitinu til þá hangir þessi ráðgjöf við núverandi kvótakerfi saman að menn svo hrættir við að raska þessu mengi auðvitað þetta ekki þannig að þó svo við myndum hætta öllum fiskveiðum við Grímsey að það muni aukast aflinn við Vestmannaeyjar en það þannig í kerfinu þú getur framselt veiðiheimildir milli bara Grímseyjar og Vestmannaeyja þó að ég sem líffræðingur sjái það ég hendi mér að það ekki og þó svo að við myndum loka fyrir veiðarinn í Eyjafirði þá mun ekkert aukast fiskurinn og halamiðum. En ein já og nei spurning, hefur ekki áhyggjur á þeirri auðsöfnun sem komin á fáar hendur og í rauninni hvað ítök útgerðarmanna í öðru atvinnulífi og viðskiptalífi á Íslandi en sjávarútveginum orðin mikil? Ég alveg á því að það eitthvað sem að þjóðin verði að spyrja sig að
og líka hvernig þeir nota þessi völd sem auðurinn færir þeim og það auðvitað leiðin út í því tel ég vera að jafna meðal annars leikinn í sjávarútveginum. Það að fiskur fari í auknum mæli á marka. Já, hann ekki bara fara allur á marka. Jú, en þannig eða taki verð á frjálsum markaði. Það geta verið ákveðin rök fyrir því að menn hafi aðgang ákveðin hluta að ráðunum sínu þegar en þurfi ekki að sækja það allt á markaðin, þá þurfi það að gera það á jafnræðisgrunni við aðra. Færeyingar gera það þannig að þeir setja helmingin inn á fiskmarkað og það er dugar fyrir verðinu á öllum aflanum per kíló og þar að leiðandi hafa þeir ekki hag í því sjálfur að vera að taka fisk beint. Nei. Það er betra fyrir þá að 100 tonn seljist inn á markaðnum og þá verður verðið einhverjum krónum jafnvel lægra. Hér þetta þannig að útgerðarmenn þeir hafa stjórn á allir virðiskeðinni, þeir stýra verðinu allstaðar og það þýðir það að þeir hagnast en Ísland og auðlindir Íslands í raun gjalda fyrir, ekki satt? Já, það er alveg rétt. En það ástand sem ríkir hér, það er engin önnur vestræn þjóð sem sætti sig við það. En það sem mér langar aðeins að vekja athygli á. Það eru búin að vera 100 ár fiskmarkaðir í Grímsby og Hull, Bremerhaven og Fraklandi og víðar. 120-30 ár eða lengur. En þetta minnir mig á umræðu sem átti sér stað hér við Rauðaborðið ég man ekki hvort það var í gær eða fyrr þetta. Ég var hérna að ræða spillingu við nokkra snillinga og þeir sögðu sko að íslensk stjórnvaldastefna, hún væri alveg einstök hvað varðaði að sérhagsmunir eru alltaf nátengdir íslensku stjórnvöldum og náttúrulega ekki síst útgerðarinnar en í hinum löndunum eins og Danmörku þar sem spilling er minnst, þar er bara langt á milli sérhagsmuna og stjórnarstefnu, þar eru almanna hagsmunir í öndvegi, sagði Jóhann Hauksson sem þú varst að nefna og við vitum hvernig það var ekkert fyrir alls löngu einhver sjávarútvegsráðherra fær símtal frá einhverjum kvótakongi eða þú veist einhverjum mógúli í fiskveiðistjórnun og gengið bara fellt 10% fyrir hádegi næsta dag af því að það hendaði í greininni það var ekkert verið að spá í lána almennings á þessum tíma eða þú veist það allt saman Nei. Kannski eitt svona þetta er óþolandi ég alveg verið tala bursið frá Hafró sem ég veit að er svona sem áttu að vera helsta umræðefni Jú, en sko Hafró auðvitað og allar stofnanir það er auðvitað verða fyrir áhrifum af þeirri pólitík sem ríkir í landinu og það er bara pólitísku stuðningur við það að opna augun og skoða fleiri leiðir fjárveitingar til þessara stofnana eins og Hafróssonar stofnunar ræðst af því hvað pólitíkusarnir treysta sér til að setja í Hafró á hverju ári munið þið gefa nýjan tón munið þið svona sína okkur almenningi í landinu að það eru komin öðruvísi stjórnvald? Ég er mjög bjartsýnn á núverandi sjávarútvegsráðherra og atvinnumálaráðherra við þurfum auðvitað að stíga okkar skref hafa góða samfæringu fyrir sem við erum að gera ég vil svona aðeins benda bara á það þó það sé ekki endilega stórt skref þá er það talsvert skref miðað við allavega núverandi ástand það er hvað var það strandveiðarnar að núna sýnist mér að stjórnarandstaðan vilji girða þá umræðu af hvaðan aflinn eigi að koma Morgunblaðið er allavega í miklu nám ég er nú kannski ekki diggur lesandi Morgunblaðsins en þá er kannski ágætt að vekja athygli ritstjóra Morgunblaðsins að þegar hann var í kosningabaráttu og þá tilkynnti hann það bara á Sjallanum gott ef ekki hérna á þeim fallega bæ Akureyri að hann jók þar þorskvotanum 10.000 tonna í aðdraganda kosninga hann bara gerði það svona og þegar sömu menn sjá það alveg allt svart við það að auka hér aðeins veiðiheimildir vegna handfæraveiða, það er svolítið sérstakt og síðasta haust að þá jók bara ráðherrann sem var í öllum verkum Bjarni Benediktsson áður en að ríkisstjórnin fór frá þá jók hún hér djúpkarfan 3.800 tonn þannig að en það var að taka það fram Sigurjón að
það var engu úthlutað á þessu fiskveiði ári í djúpkarfa. Það var ekki verið að bæta við 50% eða neitt, það var bara 100% þar sem var bætt við. Ég allavega bjartsýnn á þessa hluti og ég tel að við eigum bara vona á betri tíð og treysti Hönnu Katrínu fullkomlega í það að stíga þó rétt skref og auðvitað þurfum við að fara yfir hlutina, ráðgjöfina og fleiri þætti og fá þá sérfræðinga sem eru á stofnuninni til að skoða hlutina út frá fleiri sjónarhornum. Já, sko, tengsl Hafró við stórútgerðina væru víðatalin mjög óeðlileg í ljósi þess hversu miklir hagsmunir eru undir samband Hafró við skipstjóra, lánaskipum til stofnmælinga og fleira. Allt orkar þetta tvímælis, segir Björn, nafni minn. Og við getum örugglega haldið áfram að tala lengi dags það sem orkar tvímælis. En sko, upplifir þú það ekki að menn eru svolítið komnir með upp í kók núna og þeir eru að vonast eftir því að það verði hlustað á fólkið í landinu vegna þess að það þýðir ekkert að beita þeim rökum að þeir Íslendingar sem að sjá í óréttin í þessu fiskveiðistjórnarkerfi og það gæti alveg verið spillingsstofnana tengt því í ríkistofnana það gæti ekkert verið, það það bara. Þú segir það? Já, það er spilling í þessu kerfi öllu saman og menn eru að gera alls konar hluti í kvótakerfinu og kvóti, þegar þú ert með kvóta á einhverja tegund þá alltaf freistandi að reyna að auka kvótan. Þú reynir að landa honum framhjá, þú hendir ódýrasta kvótanum sem þú vilt ekki koma í land, þú vilt frekar ná í dýrari fiska sem seljast á hærra verði og annað í þeim dúr. Já. Spilling getur verið að aðhafast ekki, spilling getur verið að loka augunum fyrir lögbrotum. Við erum reyndar helvítir góði núna eftir að við fengum þess að dróna hjá Fiskistofu, þá hægt að elta trillukallar sem eru 1-2 mílur frá landi. Einmitt. Og sko, það ekki rétt skilið hjá mér útgerðin hefur svo starka stöðu að það bara, það þýðir ekkert að reyna að fara að fylgjast með þeim á lofti eða hvað, þeir eru ekki konum með einhvern Jú, þeir bara geta verið með skipin lokuð í ákveðina tíma sko, þannig að það sjáist ekkert hvað er að vera í skipunum. Nei, ég upplifa þannig að það sé svolítið stríð í gangi og kannski við fáum aðeins að heyra í þér núna Sigurjón og hvernig þú hefur upplifað sko það að þú hefur talað það að Morgunblaðið þetta sé kannski ekki bara svona alveg hlutlaust fréttablaða, það sé ákveðnar hagsmunir, við vitum náttúrulega útgerðarmenn eiga mokan og þú lendir þarna í snerru daginn. Getur aðeins tjáðið það sko hvort þú sérð eftir að hafa rætt styrki til fjölmiðla að sömu andra og mokin var að skrifa fréttir þig og þína trillu og hvort þér hefði borið að greina frá þínum hagsmunum. Ertu til í að segja mér hvort þér fannst þetta ómakleg umræða eða hvort þú sérð eftir ummæliðinu? Sko, ég náttúrulega núna eftir klukkutíma langt viðtal á útvarpi sögu þar sem að mögulega örlítill bútur þar sem ég fór út á jaðurinn og jafnvel aðeins út fyrir strikið og var hægt að túlka það þannig. Þá hef ég verið fordæmdasti blaðamaður stjórnmálamaður 21. aldarinnar á Íslandi. Meðal blaðamanna. Og mér finnst það svona örlítið skondið. Ég bara vona að blaðamenn landsins fyrirgefi með það. Af hverju heldur að það sé? Ég ekkert að velta því það skiptir ekki öllum máli en ég bara hvet þá sem að hafa gengið hvað lengst í þeirri umræðu að hlusta á viðtali í heild sinni og hlusta á mín sjónarmið gegnum tíðina. Það ekkert nýtt að ég hafi gagnrýnt ríkisstyrki til fjölmiðla sem að reknir greinilega ekki að viðskiptasjónarmið að leiðarljósi heldur þá meðal annars við Morgunblaðið að vera að borga með blaðinu greinilega einhverjum pólitískum tilgangi og síðan verða að veita þeir ríkistyrki. Ég hélt þessa ræðu á Alþingi sem varaþingmaður. Þannig að það ekkert nýtt og ég vil bara fá að hafa mína skoðanir áfram og mun hafa þær. Og ef menn vilja leggja þetta út á versta veg að þá það bara eins og það en þetta var í rauninni hefur verið mín skoðun
og hefur rökstutt hana út frá almannahagsmunum en alls ekki til að koma í veg fyrir umræðu mína trilluútgerð sem ég bara mjög stoltur af. Hún ekki stór og hún í ýktum mæli. Það sem var kannski verst í umræðu mokkans var það að það var verið að vitna til hagsmunaskráningar frá því ég hitti fyrra og það var alveg réttilega greint frá að ég ætti í þessari trillu og það var ekki gert alveg fyllilega grein fyrir því að ég hefði tekjur af þrillunni. Það var annar þarna liður í þessari hagsmunaskráningu en þegar eftir á séð þá var það alveg rétt vegna þess að trillan fór ekkert á flot það árið. Þannig að það bara ákveðin vilji hjá greinilega upplifir það þannig að mokkinn sé bara out there to get you. Já, ég meina það þannig og það þannig. Já, og við verðum líka bara að segja það eins og að þeir sem sjá pólitíska fréttaskrif í Morgunblaðinu, það maður sem var orðað við formennsku í flokknum, það fyrirverandi formaður Hvatar sem hætti því bara fyrir örfáum vikum síðan að gæta þar formennsku. Það fyrirverandi aðstofamaður Jóns Gunnarssonar og síðan framkvæmdastjóri hjá Sambandi ungra sjálfstæðismanna. Þannig að þegar við erum að ræða við Morgunblaðið pólitík að þá gerum við alveg ráð fyrir því að þeir munu spegla þá mynd sem hentar því stjórnmálafli og ég alveg á því líka að lesendur blaðsins verði bara að lesa blaðið með þeim augum. Já. Þetta ekki. En heldur það harkan eins og þú upplifir þetta núna, þú segist vera hataðastun meðal blaðamanna? Nei, ég verðendur að viðurkenna, mér fannst málið þitt flóknar en svo að það veri mjög einfalt að henda reiður á 1, 2 og 3 og ég var svolítið hissaði hver margir kollega mínir blaðamenn tættuði í sig 1, 2 og 3 og lögðu þetta þannig upp að þarna væri pólitískt vald að hóta fjölmiðli að missa ríkisstyrkin sinna af því það var verið að skrifa fréttir þig en gagnrýnar sem komuður illa en bara svo ég hafi það á hreinu heldurðu að þessi fréttaflutningur sem að hafa verið talað herferð mokkans gegn flokki fólksins heldur að hann spretti mikið til af því að það búið að kynna það að það verði auknar strandveiðar sem á eitthvað að ógna stórútgerðinni sem á mokkan erum við að tala það samband? Við verðum náttúrulega bara að horfast í augu við það að Morgunblaðið í pólitík hvort það strandveiðarnar eða eitthvað annað mín skoðun svo að það skoða hlutin upp á nýtt varðandi ráðgjöf Hafró, varðandi strandveiðarnar, það bara til þess að gera Ísland réttlátara, skemmtilegra og örugglega bara betra fyrir stórútgerðina líka. Það auðvitað hlýtur að vera bara fyrir þess að fyrsta kom í sína heimabæi sem bara skugginn af fortíðinni, glæstri fortíð að það auðvitað, það hlýtur að vera erfitt fyrir þá þó þau séu mögulega með fullt bankahólfa peningum þá auðvitað þess að sjávarbyggðir og hafa frelsi og jafnræði í helsta atvinnuvegi þjóðarinnar þá auðvitað ekkert að berjast á móti heiðalegur hægri flokkur hann ætti auðvitað að vera með okkur í baráttunni en það þarna einhver ákveðin sérhagsmunaöfl sem að einhverju leita miskilja til ég líka hlutina. Ég mjög velviljaður stórútgerðinni. Ég velviljaður að hlutinni gangi vel í atvinnuvegum þjóðarinnar. Og mér finnst það skipta verulega miklu máli og fyrir að túlka þessa örlitla frelsi til þess að veiða með handfærum á auðugustu fiskimiðum heims sem ykkur ógnum við sína hagsmuni. Það finnst mér bara skrítið. Já, frekjan botlaus. Já, en ég held hún sé að einhverju leyti á miskilningi byggð. Já, það náttúrulega ekkert gaman fyrir stórútgerðin að vera að borga fyrir þorsk upp úr sjó kannski 320-30 krónur þegar að trillukall að landa daglega óslagðum fiski og fær yfir 500 krónur fyrir kílóið. Þá það dálítið, það segir dálítið og þjóðin ætti að átta sig á því að það miklu betra að láta trilluna veiða heldur en stóra skipið. Það borgar hærri hafnagjöld í sveitafélagi, það borgar hærri útsvartekjur til sveitafélagsins, það borgar hærri tekjuskatti ríkisins.
með þessu opna svona gæjugat inn í sjúkan heim. Og stóra atriðið, forsendan fyrir veiðigjöldum fer eftir afkomu útgerðarinnar, ekki öllu fyrirtækinu í heila. Það þýðir það að þegar þú tekur útgerðina og löndunna frá útgerðinni inn í dæmið, þá það afkoman sem þau borga veiðigjald af. Já, og ekki stærri útgerði líklegri heldur en minni útgerðir til þess að ná því sem við getum kallað ofsagróða? Jú, og svo var ekki nóg með það að í mörgum tilfellum selja þessi fyrirtæki sjálfum sér fiskin úti á eitthvað X verð og endur selja hann svo úti. Þetta ættu allt saman meira og minna að vera lögreglumál en við erum bara dofin fyrir þessu og það kannski tækifæri núna við þessi stjórnarskipti að menn geti allavega farið hérna þegar þú ert að tala um mainstreamsmiðlana og þið að hérna ríkisútvarpið algjörlega búin að kolfalla á þessari vakt. Morgunblaðið sem í eigu útgerðarmanna, við vitum náttúrulega hvaða röddmenn heyrast þar. Gerir ekkert. Sýn ekkert mikið að snerta á þessum málum og svo erum við einhver pínulitli miðlar. Og hérna, hvernig eigum við að ná þessu aftur á stað? Ætlar að vera grimmur á þinginu í vetur? Ég nú ekki alveg á því að samstöðun sé pínulítill miðill. Nei, við erum reyndar orðin helvið stór. Vegna þess að það hérna, við erum samt í jaðarmiðl, við erum ekki með. Ég ekki alveg vissum af það fer hérna fram ákveðin gagnrýnin umræða hlutina og það koma flest sjónarmið að en ég held að bara almenn umræða hlutina og jákvæð nálgun og ég ber bara von í brjósti að hlutinni fara að snúast í rétta átt og síðan vonast ég líka til þess að fá stjórnaraðstöðuna allavega einhverju leyti til þess að hérna opna augun fyrir því að það sé hérna hægt að gera þetta betur. Gangið vel. Já, ég bjassið og líka ég ekki viss það, til dæmis eins og við sjáum núna hvernig SFS gengur fram með hamarinn á lofti. Fyrirgefðu Sigurjón, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur eru búin að styðja kvótakerfið og núverandi fiskveiðistjórnarkerfi komið í á 1984 og hafa enn þann dag í dag variða og það breytir ekki hvort það heita Framsóknarflokkur eða miðflokkur. Þetta eru sömu menninir. Og sömur ónefndir þingmenn, þarna verða þingmenn í skjóli þess að gæta hagsmuna. Við vitum það alveg. Jú, en þegar að ég segi nú bara fyrir heiðarlega hægrimenn að þá þetta hlutinir að vera að halda grímulust upp í vörnum fyrir sérhagsmunu. Það bara sorglegt. Já, leið og umræðan verður opnari þessa hluti að tryggja til dæmis jafnræði að hráefninu og það voðalega erfitt að standa í vegi fyrir því. Að atvinnuvegirnir og fyrirtækin séu til dæmis standi jafnt að því að geta nýtt hráefni sem kemur úr sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Það væri til dæmis sniðugt fyrir ykkur í ríkisstjórninni núna, Sigurjón, að verða við tilboði Landssamband smábátaeigenda 10.000 tonna þorski upp úr sjó á 100 krónur kílói. Það 5 sinnum harra verð heldur en að verið að borga í dag. Og þetta þeir sem að borga 26 eða 7 krónur fyrir kíló eða þorski getur snúið sér við leið og hann búin að fá þetta inn á reikningin hjá sér og leitt hann frá sér innan ársins á 500 krónur. Herramenn, við höfum ekki meiri tíma. Ég þarf að gera grein fyrir því að þið eru báðir flokks fólksins menn. Þú ert varaþingmaður hjá flokki fólksins, Grétar Mar. Og sjálfur væri ég varaþingmaður ef ég hefði ekki sagt mig úr flokknum daginn til þess einmitt að geta tekið viðtal eins og þetta við ykkur og alla aðra pólitíkusa sem langar til þess að ræða með faglega hlutlægum hætti eins og ég get. En kæra þakki fyrir komuna. Ég vona að við fáum að heyra í fulltrúa Hafró
á morgun eða eftir helgi vegna þess að það ýmislegt sem að þau þurfa að svara fyrir þar líkt og á svo mörgum finnst mér stofnunum. Gangi þér vel. Takk að þér fyrir. Ég sé að þú ert ekkert alltaf bjartsýnn. Jú, ég bjartsýnn á það. Já, þú ert það, ljómandi. En kæra þakkir fyrir þetta, áhorfendur góðir, við vindum okkur þá yfir í allt aðra sálma, ekki fara langt. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.